Komið þið sæl. Það komið haustið fyrir austan og af því tilefni ætlum við að rifja nokkur eftirminnileg innslög þáttum sumarsins. Við tókum hús á ljósmyndaranum Kormáki Mána sem leggur mikinn metnað í ljósmyndir sínar og fylgist með hvernig það vinnur þær. Steinasafn Pétur á Stöðvarfirði vinsælasta safn Austurlands og við kíktum þangað í dag í sumar. Við hittum líka systkin sem eru fyrstu álkarlarnir en það nafnbót hljóta þeir sem ljúka 3 austfirskum ofurþrautum á einu sumri. Að lokum fyrir á Eskifjörð og kíkjum á vinnustofu Katrínar Guðmundsdóttur glerlistakonu. Við erum stödd í myndsmiðjunni á Egilsstöðum en þar starfar ljósmyndarinn Kormákur Máni eða Cox eins og hann alltaf kallaður. Við ætlum að fá að fylgja honum í tökur í dag og skyggnast aðeins á bak við tjöldin. Svo þurfum við líka hnefafylli til að henda. Vinnar, fara úr buxum. Kormákur Máni, eða Cox, þekktur fyrir ferskar og frumlegar hugmyndir við ljósmyndatökur og hefur hróður hans farið víða. Hann hálfur borgfirðingur og hálfur héraðsmaður og hefur alla sína tíð búið á Austurlandi fyrir utan þau 5 ár sem hann bjó í Noregi. Við mæltum okkur mót við hann í bragganum við sláturhúsið á Egilsstöðum. Það tekur 2-4 tíma að undirbúa og myndatakan tekur 5-10 mínútur. Ég hef alltaf haft gaman af ljósmyndum. Það var ekki fyrir en ég flutti til Noregs og komst þar í kynni við mann sem er ljósmyndari og hann benti mér á það að það var í ljósmyndaklúbbur á svæðinu og ég fór að kíkta á það og síðan var ekkert aftur snúið. Þar lærði ég að taka myndir á film og byrjaði á því. Og hvað ár var þetta? Þetta 2001 sem ég flytt. Ég er búinn að vera að dundan við þetta í 16 ár. Ok, þegar ég segi, ég vil fá aðeins reykið niður. 1, 2 og 3. Hvernig gekk þetta? Þetta gekk alveg glimrandi vel, mjög vel. Og hvað voru þeir að gera? Mér er alltaf langað til að gera eitthvað svona gamalt retro með svona smá, það sem kallast Cox ívaf, myrkur og djöfulskapur. Og ég sá svo að það var gamalt spil sem heitir Pox sem var vinsælt 1990 og eitthvað og ákvaði bara að skella í einu svoleiðis tökur og setja smá svona snats feeling í þetta sem er svona brest spennumynda feelingur og svo jakkafatt á kalla. Þetta var flott Eitt viðbót. Hvað er það sem þið finnst heillandi við að taka myndir? Það er að komast bara í kynni við nýtt fólk. Það er bara gaman að vinna með fólki. Mismunandi eins og þeir 2 sem vorum að taka myndir af áðan, þeir þekkist ekki neitt. Nú? Nei. Mér finnst rosalega gaman að blanda saman hópum. Fá bara fólk þar síðustu jól þá fékk ég 5 manna hóp og enginn þekkti við hvern annan. Þannig að það er rosalega gaman að sjá hvernig þau interaktuðu eða tjáðu sig á sínu milli. Ég vildi fá þessa mynd og allir vildi bara leggja á sig að láta hana ganga upp. Og svo leikstýrið þú öllu? Og svo leikstýri ég og svoleiðis. Og Conny, þú með einbeitinguna alveg á milljón. Þú tekur bara hendur í sí og Vilmar verður þá að passa að henda á sama tíma. Þannig að þegar þú stillir upp fólki þá farðu það bara til þess að leika tilfinninguna. Það er ekkert að... Það er bara, ég vil fá að sjá, ef ég ætla að fá okkur til að öskra, þá bara læt ég fólk að öskra og eins og hérna í dag, Vilmar hann stóð sér alveg með prýði og sást alveg æðarnar á hálsinum á honum og þetta er það sem ég vil. Það er ekkert gaman af fólki sem er að þykjast út, þetta virkar ekkert. Hvernig stíl myndirðu segja að þú hafið?
ef ekki að segja að hann sé dálítið dökkur. Svartur húmor hefur komið upp. Já, ég myndi segja það. Þetta væri svona, ég hef rosa gaman af Tim Burton svona smá spooky-leika og svo eins og með Snatch, blanda þessu tveimur saman, það bara getur ekki klikkað sko. En það er rosalega ævintýra blær yfir myndunum þínum. Já. Hvert ferðu og sækir það? Sækja aðalega í tónlist, tónlistarmyndbönd, skoða ég mikið, horfum mikið á. Og eins með allt sem eins og ég segi, Tim Burton gerir og verður Guy Ritchie og svona leikstjórar sem eru svona nettklikkaðir sko. Við erum rosa gaman að horfa á það. Og svo bara henda svo smá skvettu af það sem ég gerir inn í þetta og bara er þetta fínt sko. Cox hefur komið víða við á sínu ljósmyndaferli. Auk þess að vinna í myndsmiðjunni hefur hann tekið á sér fjölmörg verkefni, haldið sýningar bæði hér heima og í Noregi, auk þess að myndir hans hafa birst í fjölmörgum tímaritum, þar á meðal nokkrar í tískutímaritinu Vogue. Það er þannig með ítalska Vogue vefsíðan hérna, þú sendir inn myndir og hafa fullt af ljósmyndurum hérna sem hafa verið að gera það en aðeins örfáir komist inn með tískumyndir sko. Og ég er engin tískuljósmyndari og ég var alltaf að pröfa að reyna að senda inn eitthvað svona tískudót og svo ákvað ég bara sleppa þessu og ég fekk alltaf nei sko og svo fór ég að senda inn myndir svona sem ég gerði eins og hljómsveitarmynd af Hákonu sem var hérna á hún endaði inn á Vogue mynd sem var tekin út af sandi það var svona krummar yfir og gaur að labba eftir hún fekk inn þriðja myndin hún var Halldór vinur minn, hann var fundur hjólhýsi, mér langaði til að búa til svona íslenskt hjólhýsahyski, svona white trash og ég fekk Möggu vinkonu mína og Halldór til að vera með og hún er hérna með regnhlíf og er að reykja í fáránlegum fötum og hann er með básunu fyrir aftan og er að taka eitthvað risa skref og þetta var svo fáránleg mynd að ég ákvað bara að setja henni inn, hún fekk já. Þannig að það eru náttúrulega fullt af ljósmyndur sem hafa sendt inn myndir og fengið já, þetta er ekkert Þetta er svona ekkert stórkostlegt afreka minni hálfu, skiluðu, en þó samt, sko. Já, það hlýtur að hafa einhverja þýðingu fyrir ljósmyndara að hafa fengið samþykki fyrir sínu myndum minni svona stórt. Já, það gerir það, sko. Það er svona, ég er svo lítið fyrir að monta mig. En þetta er rosa gaman, þetta er rosa skemmtileg viðurkenning. Constantly in the boiler room, the poor, the lame, the blind. Who were the ones that we kept in charge? Killers, thieves and En eitthvað í deiglunni? Já, það er náttúrulega alltaf nóg að gera í vinnunni. Það er náttúrulega brúðkaupi núna í sumar og svo er náttúrulega kemur jólatrafikinn og svo eftir það er ferming og útskriftur og þetta gengur bara svona hringinn sko. En svo reyni ég alltaf að setja eitthvað svona sem ég gerir sjálfur inn í og það eru nokkra hugmyndir í lofti sem ég ætla ekki alveg að vera strax. Hver er lykillinn að því að vera góður ljósmyndari? Ég veit ekki, þú voru að finna eitthvað sem er góður ljósmyndari. Nei, lykillinn er bara að halda áfram og gefast aldrei upp. Finna upp einhver nýju, fara út fyrir þægindarammann. Já, og vera þú sjálfur, það er þannig. En að lokum, fyrir hvað stendur Cox? Þetta var þannig að þegar ég byrjaði að merkja myndina mína þá merkti ég alltaf Kormákur og það er náttúrulega rosalega langt nafn og tók alveg slatta pláss á öllum myndum þannig að ég styttaði niður í KOGGZ og strákarnir byrjuðu svo eftir að kalla mig þetta alltaf þannig að þau vorum út að skemmta okkur Coxi og þá bara komandi, ég meina ef Ragnar Axelsson gæti verið Rax þá gæti ég alveg fyrir Cox. Steinasafn Petru á Stöðvarfirði er eitt stærsta sinna tegundar í heiminum og afar vinsæll áfangastaður ferðamanna á Austurlandi en þangað komum 40–50.000 gestir ár hvert. Fullu nafni hét hún Ljósbjörg Petra María og hafa foreldrar hennar þau Sveinn og Svanhvít svo sannarlega veðjað á réttan hest en nafnið Petra merkir steinn. Petra safnaði steinum frá unga aldri en söfnunin hófst fyrir alvöru þegar hún flutti með manni sínum Jóni Ingimundarsyni í Sunnuhlíð. Afkomendur Petru reka safnið í dag en hún lést árið 2012, 89 ára að aldri.
náttúrulega mamma byrjar að safna bara strax sem krakki. Síðan kaupaði þetta hús Sunnuhlíð 1944 og þá svona kemur fyrst aðstæða til þess að raða upp steinunum og svona, svona hafa pláss fyrir þetta og geta komið þess svona fyrir, bæði utan og innan hús. Og svo hefur þetta alltaf bara þróast smá saman þannig að við bætum við safnið á fyrir næsta ári. Og fyrstu árin var hún bara mikið til einu í þessu en svo þegar börnin stálpuðust þá fór hún náttúrulega að taka þau með og svo barnabörnin en fyrstu árin var hún bara mikið til einu í þessu. Já og svo náttúrulega hjálpaði pabbi, hjálpaði henni meðan hann var heima eða þegar hann var heima og náttúrulega meðan hann var á lífi líka. Já, hann var náttúrulega sjómaður. Já, þannig að hann var lítið heima en hann hafði líka áhuga, alveg bullandi áhuga. Hún kannski búin að safna í allavega 30 ára þannig að kemur bílvegur milli staða. Þannig að uppistaðan af safninu úr Stöðvarfirði og svo af Austurlandi. Og svo náttúrulega líka þekkt hún best til, hún var náttúrulega búin að fara mest og viss skriður og sem hún labbaði í og þekkt orðið landslagið mjög vel. Ef það komu leysingar eða rigning þá þurfti hún að fara og kíkja í þessa skriðu. Petra var mikil kjarnakona sem fór sinnar eigin leiðir. Árið 1995 veitti Vigdís Finnbogadóttir, þáverandi forseti Íslands, Petru hina íslensku fálkaorðu sem viðurkenningu fyrir söfnun og varðveislu náttúruminja. Svo náttúrulega var hún fulla vinnudag í Frystihúsinu. Og var náttúrulega svona sjálfþurftarbúskapur. Við vorum með 20-30 kindur og eina belju. Og hænur. Og þessi hús stóðu bara í garðinu, bara rétt fyrir ofan það sem við sitjum. Þar voru fjárhús og hlaða og fjós og súrhesteri og allt saman, hænsnakofi og allir pakki. Og svo var hún bara hlaupandi svona eftir vinnu og helgar þegar ekki var unnið, þá var hún hlaupandi í fjallið. En það ekki eins og þetta sé einhver léttavara að bera með sér heim. Hvernig fór hún með þetta heim? Já, stærstu steinunum reyndi hún að koma upp á svona hæðir og hóla á sumrin og svo var farið með sleða á veturna og steinarnir sóttir þannig. En svo gerist það nú að það fóru fleiri að safna steinum og þá fóru þau svona að hverfa þannig að þetta gekk ekki til lengdar. Þá þurfti að fara að fela þá. Og þá fundust þeir kannski ekki þegar snjórinn kom. Hún var ákveðin og svona, vissi hvað hún vildi. Og hún var ekkert að láta stoppa sig þó að fólki fyndist þetta skrítið og talin kexurugla. Hún var náttúrulega talin algjör sérvitringur og þetta myndi eyðileggja heilsun og bakið og hún ætti nú frekar að vera inn í eldhúsi og elda mat eða baka brauð og hún hlustaði ekki á það. Hún fór bara sína leiðir og kendi manni náttúrulega strax að maður ætti bara að gera það sem maður vildi þegar maður vildi. Söfnunaráhugi Petru einskorðaðist svo sannarlega ekki aðeins við steina og var hún farin að safna öllu mögulegu á sínum efri árum. Það eru náttúrulega fuglarnir sem er inni, það eru lyklakippur, það eru jókerar, pennar, servíettur, glasamottur, bollar og könnur, lyklakippur, pipar og salt, frímerki, umslög, svona merki, svona barmerki. Steinasafn Petru er sérstakt fyrir margra hluta sakir, ekki síst fyrir þá staðreind að það er hýst á heimili hennar og er svefnherbergið eini hluti hússins sem ekki er tekin undir safnið. Við fluttum út og steinarnir inn. Það er eiginlega bara svoleiðis. En húsið er samt í dag eiginlega bara eins og hún skildi við það. Við bara það er, hún átti heim í því svona eins og það er í dag, bara í fjöldamörg ár. Það er bara eitt herbergi fyrir sig, eitt lítið herbergi fyrir sig og svo var þetta bara. Veistu, átti mamma þér einhvern upp á stein? Já, það er stór agatkúla upp í garði og hún fór upp í fjall með þau 3 elstu og þau voru bara komin nokkuð hátt upp í fjall með ykkur 3 og þá finnur hún þennan stein, agatkúluna og þá þarf náttúrulega ekki kemst hún niður með steinin og 3 lítil börn. Þannig að hún fer niður með ykkur 3 í pössun og upp aftur til að ná í steinin því að
ef hún vissi að fallegum stein upp í fjalli þá fór hún ekki að sofa. Þannig að það þurfti að sækja steinin og hún dröslaði honum niður og ég held hún hafi bara rúllað honum á undan sér. Ég held að það sé, já, þetta er mikil kúla, ég held að það sé bara, þetta sé eiginlega bara nokkuð veginn svona. Fyrstu álkarlarnir voru verðlaunaðir nýlega. Álkarlar kallast þeir sem ljúka 3 austfirskum ofurþrautum. Fyrst þarf að synda 2,5 km í Urriðafossundi, síðan hlaupa 27 km í Barðastrandshlaupi og loks hjóla 103 km Tour de Orminu. Keppnirnar 3 dreifast yfir 4 helgar þannig að þrautin tekur í. Svo skemmtilega vildi til að það voru systkini, Svanhvít og Jakob Antonsbörn, sem fyrst urðu til að ljúka þrautinni. Við hittum þau við endamarki í hjólakeppninni og spurðum hvernig tilfinningin væri. Hún er mjög góð. Hún er bara Systkini? mjög góð. Já. Við erum alltaf að þessu. Gera eitthvað svona nýtt. Já, já. Spennandi. Sama titlum. Já. Safna verðlaunapenningum, það er aðalega það. Hvernig fannst ykkur þessar 3 þrautir, Urriðafossundi, Barðastrandshlaupið og Tour de Orminu? Mjög skemmtilegar. Það eru skemmtilegar, alltaf mjög krefjandi. En flottu landslægi og bara það er gaman að taka þátt í þessu. Gott að enda Þetta er alltaf erfitt og maður hugsa alltaf á leiðinni bara en svo er þetta bara búið. Systkinin bæði virki hreyfingu. Það var lokið landvættaþrautinni sem inniheldur eina ofurþraut í hverju landsfjórðungi og ferðast erlendis til að keppa í járnkarli. Það er hjólað, synt og hlaupi langar leiðir sama daginn. En hvernig skildi það verið samanburð við álkarlinn? Það er skítlétt með þetta maður. Það er bara slétt og fínt og alltaf heitt. Slétt og fínt og gott veður. Já. Það er slengur að þín. Já, það er ekki svona eins og núna. Þetta er svona að fara þennan hring, þetta er svona brekkur og Settu meira orku í þessu keppni og þú ert alltaf að spara þig í löngu keppni. Það er svona meira bara dull. Systkinin eru uppalinn á Stöðvarfirði. Þau búa í dag sitt á hvoru landshorninu. Svanhvít á Egilsstöðum en Jakob í Reykjavík. Þau fylgja samt að við æfingar og keppni. Þau segja almennt sé meiri samvinna en metingur þeirra á milli. Bæði samvinna og metning. Já, mér finnst svolítið pirrandi hvað hann þarf alltaf að vera aðeins undan. En það er líka bara eldri, þetta er alltaf leið. En hann kemur nú eins og núna, hann kom og hjólaði með mér restina. Hann kemur nú og sækir mér stundum og fylgir mér. Hefur þetta alltaf verið svona? Góð samvinna milli ykkar? Nei, hann var ekkert alltaf mjög skemmtilegur þegar hann var yngri. Ég held ég hef alltaf verið mjög samvinna þýður. Já, hann var þar stundum. Þannig að hann skánum aldrinum? Já, hann er yndislegur. Hann er bara bestur. Þið búið sitt komið á landinu, ekki? Jú. Hvernig æfið þið eitthvað saman eða hvernig hittist þið bara til að keppa? Já. Við höfum alveg fyllt svona prógrami sko en hann æfir sitt alltaf meira. Og eru þið þá að senda á milli hvernig dagbókinn á fórhóðis? Nei, ekki mikið. Það kemur fyrir að við erum að monta okkur. Við erum hjóla eitthvað langt. Já, það er svolítið þannig. Það er bara, þú veist, ef maður tekur eitthvað meira heldur en hinn gerir dænaður, þá groppa maður sig. Það er þannig. Nú eru þið búið með álkarlinn, hvað er næst? Það eru komnir eitthvað fleiri titlar í tengslum við landvættina. Ég man ekki eins og hvað þeir heita. Við verðum svolítið að taka þá. Hvað er það? Það er eitthvað. Já, gerum það bara. Við erum bara að taka það. Já, það er bara það kemur næst. Ég held að þetta hafi nú alltaf verið í mér frá því að maður var að hnoða drullukökur sem krakki mér. Það var ægilega gaman að vera í svona leirdrullu og búa til kökur og fígurur og svoleiðis. Listakonan Katrín Guðmundsdóttir hefur rekið vegstæði Kötu á Eskifirði árabil þar sem hún vinnur og selur fallega muni úr leir og gleri. Hún lærði glerlistinn í Danmörku og hefur síðan þá verið með vinnuaðstöðu víðsvegar bæinn en er nú flutt með allt saman í kjallarann heima. Ég fór út í lýðháskóla og alltaf langað til þess frá því ég fór í Engelholm skúli í Danmörku. Ég taldi mig vera með svaka góða dönsku og var búin að segja krökkunum mínum að ég geti hjálpað með dönskuna en ég get ekki hjálpað með enskuna því ég kunni ekkert í ensku. Því að maður án kannski ekki segja en kennarinn var eiginlega aldrei í standi til þess að kenna okkur ensku og við biðum alltaf þar til hann sofnaði brúta og fórum svo út. En við vorum með rosalega góðan dönskukennara á Ísafirði og
og hann var strangur og við bara urðum að tala dönsk. Svo auðvitað hélt ég að þetta væri allt hann inni ennþá og fer út einn, bara út í hennar skóla ákveðin og þá ég bara, ég komin yfir 50 þegar þetta búin að alveg börnum mín og segja hvað ég væri góð í dönsku. Og þegar ég kem svo út og við erum að skráka inn, þá bara skildi ég ekki orð og ég bara, guð minn almáttugur, hvað ég að gera hér? Kata lét ekki deigan síga, heldur kláraði námið, kom heim og opnaði verkstæðið. Það að vinna með leir, það ekki bara, það ekki einhvers konar heilu? Jú, það bara, og maður þarf bara, ég þarf að hafa hann. Og ég finn alveg hérna í lóanum þegar ég þarf orðið að fá leirinn. Og það komið núna alveg bara hóla hérna í því að hann verður að fara, ég verð að komast í leir. Hvað þetta? Þetta auðvitað náttúran. Þetta bara náttúran þarna. Þú ert með hana í höndunum. Og svo það að þú getur skapað, þú getur meira að móta þetta eins og þú vilt, heldur en glerið, þú verður búin að gera eitthvað mót fyrir glerið og svo bráðna það bara niður í. En þarna getur þú setið og þú getur gert, þú fær miklu meira af þér inn í leirin. Áttu einhvern uppáhaldslut sem þú hefur gert? Eitthvað sem þið þykir vænt heldur en aðan? Í þessu? Já, ég held að það sé nú bara ég. Út í glugganum. Ég var í námskeiði í skúlptúr hjá Ingibjörgu Clemens, leiðlistakonu. Og ég var ein utan að landi og við áttum að gera eitthvað skúlptúr og ég þurfti að gera þetta þá bara ein heima og ég ákvað að gera bara mig. En svo var þetta heldur þungt og mikið en svo eigandi bara að ég fekk svo leyfi til að taka bara mynd af þessu og koma með suður myndina af því sem ég gerði. Og það sniðuðast að við þessa styttu að hún meira sé að skemmt líka vinstra mjöðminn, að skemmtist í brennslunni, þá skemmtist og kom svona rifa á mjöðmina á saman stað og að mér. Svo þetta bara ég. Kata óþrjótandi uppspretta sköpunar og stundum koma hugmyndir til hennar í draumi. Ég vakna stundum á nóttinni með hugmynd. Og hvað gerir þá? Að skrifa hana niður. Ég alltaf með bók við hliðina á mér eða blað svona stóra A4. Ég alveg sem að einhver sem með mér, sem að segja mér til. Því að þegar ég stundum, nú ég hættu þessu. Þetta vonlaust. Ég bara hættu þessu, ég fyrir að gera eitthvað annað. Fyrir bara að prjóna og eitthvað svoleiðis. En Stjáni vill það nú ekki því hann sést ekki búa með þá. Því að ég verði ómögulega ekki með þessu sköpun. Og þá yfirleitt, ef ég orðin dálítið svartsýn, þá fæ ég alltaf eitthvað sem neypir í mig og segir mér, eða þá hringt, getur gert þetta eða hitt. Þannig eins og, ég láti vita, ég á ekki að hætta. Það alveg á hreinu. En ekki svolítið sérstakt að vita verkum sínum í fjölmörgum húsum víðsvegar landið? Mér finnst þetta alltaf skrítið og eins þegar maður lítur kannski upp í glugga hjá fólki og vá, þetta lampi frá mér? Eða skeifa eftir Stjána út í glugga. Að þetta svakalega skemmtilegt. Ég til dæmis geri matastell og ég alveg viss að allavega annarkur fáskurðsyrðingur á matastell eftir mig. Pottþétt, ef ekki allir. Og Norðfirðingar, þeir eiga líka og gefa barnabörnunum líka og börnum. Og ef maður heyrir fólk tala að já, ég og þetta eftir þig eða eitthvað svoleiðis og ég mun ekki kannski hver en það var, já, það var hann. Þetta gefur mér svakalega mikið. Meirinn margan greinar rokk. Hún smá, dýr á brá, horfið á súi kná. Allir þrá að sjá þeir